Nýlega var undirritaður samstarfssamningur Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra og ferðamálafélagana allra hér á þessu svæði. Hver er nú tilgangurinn með því? Tilgangurinn náttúrulega fyrst og fremst að styðja við byggingu í ferðaþjónustu í landshlutanum og svona viðurkenna það starf sem hér er að eiga sér stað og með því að gera slíka samninga þá erum við að koma beint að því að hjálpa ferðaþjónustunni að sækja fram. Fólk er að vinna í sínum fyrirtækjum og upptekið því með ýmsum hætti, en þarna erum við að leggja til sem sagt starfsmann, fjármagna starfsmann og aðstöðu og einnig að skipa fagráð sem að þá skipa ferðamálasamtökin í Austur, Húnavatnssýslu, Vestur og í Skagafirði sem að vinna þá náum með þessum sérfræðingi sem verður ráðinn og við svona væntum þess að þetta verði til þess að lyfta starfinu. Er tilgangurinn sá fyrst og fremst að vekja þá meiri athygli á þessu landshluta? Ég segi bara algjörlega já. Við erum með mikla áherslu á það að kynna okkur betur. Það er mörg tækifæri hér á svæðinu og sem hefur verið unnið í, en engu síður hefur ferðaþjónustan hérna ekki verið að vaxa á öllu sviðum eins og sums staðar annars staðar á landinu. Þannig að þetta er svona okkar viðleitni til þess að breyta því og þó að það hafi verið hér aukning eins og 9% aukning í gistingu á nokkrum árum slíkt sem er ágætt, þá er það kannski ekki hérna eins mikið og sums staðar annars staðar og vissulega búið að fjölga hér gestum. Við sjáum það í sundlaugum, söfnum, í þjónustu, veitingastöðum, en við viljum bara rækilega ýta undir þetta og líka kannski samræma þá og samhafa hérna kynningu í landshlutanum. Já, þetta var, með því að hafa þetta svona í þrennu lagi, þá var kannski minni líkur á að það tækist eða hvað? Það er svo sem búið að hérna bæta mjög samvinnunni í greininni held ég hérna undanförnum árum og virk þessi samtök ferðaþjónustunnar og í sýslunum og reyndar líka og samtök fyrir svæðið allt, en með þessu þá erum við þá að styðja það ennþá betur við þetta starf og líka tengja meira á milli svæðana. En verkefnið eins og við leggjum upp að það er svona stærstu leyti eiginlega teiknað og byggt upp eins og ferðaþjónustan vill sjálf hafa þetta. Þannig við erum að ganga út í samstarfs á þeim forsendum sem þau hafa svolítið lagt upp með okkur. Þannig að þetta kemur raunverulega, þörfin kemur innan frá, það er ekki verið að skella yfir ferðaþjónustuna einhverju sem hún vill ekki sjálf? Nei, alls ekki og það hefur verið kallað eftir þessu lengi og mörg ár og undirbúningar að þessu samstarf og þessu samningi hefur staðið í meira en ár og það er bara gleðilegt að við séum að koma þessu til framkvæmda svona með myndarlegum hætti og ég vænti þess að það eittir að margt að bæta síðan við og þetta eittir að vaxa og dafna þetta samstarf. Hvað er þetta langt verkefni? Svona í fyrstu þá erum við með samning til 2 ára og ef að vel gengur að þá getum við þróa verkefni áfram og haldið með það lengri inn í framtíðina. Sérðu einhvern sérstakann vaxtarbrot innan ferðaþjónustunar hér á þessu svæði? Eitthvað sem þið viljið leggja meiri áherslu á í framtíðinni? Það er náttúrulega erfitt að benda á eitt, það er svo margt, það er gríðilegur sagnaarfur hér og söguslóð og við erum náttúrulega líka með fjölbreytta náttúru og margt sérstætt á því sviði og svo er ekki síst fjölbreytt mannlíf og menningu sem að vera ástæða til að koma enn betur á framfæri. En fyrst og síðast er það að Norðurland vestra komist sterkt á kortið bæði hjá Íslandingum og erlendum ferðamönnum? Já, það er algjörlega það að koma okkur sterkar á framfæri og þetta snýst að kynna okkur betur og markaðssetja út á við og líka að samræma svolítið starfi hérna heima fyrir.